Herru, ekki að byrja á uppáhaldsslagið þáttarins? Jó, ég ætla að taka eitt lag með Tony Rice, svona bluegrassy lagi. I've been hanging out of town in the low-down rain, watching Good Time Charlie's friend driving me insane. Up on shady Charlotte Street, the green lights look red. Wish I was back home on the farm in my feather bed. Got myself a rocking chair, say if I could lose them thin time, hard time, or hell on Church Street blues. I got myself a bicker friend, read yesterday's news. Folded up page 21, stuck him in my shoe. I gave me a nickel to the poor, my good deed for the day. Folded up my own little phone, threw it far away. Got myself a rocking chair, say if I could lose them thin time, hard time, or hell on Church Street blues. I had some guitar strings, old Black Diamond brand. I'd tune up this old Martin box and go and join some band. I guess I'm gonna stay right here, I'm picking sing a while, and try to make me a little smile, and give Thorhallur a smile. Got myself a rocking chair, see if I could lose them thin time, hard time, or hell on Church Street blues. Svo geggjað. Fyrir þá sem ekki vita, þá er það Andri Ívarsson, uppáhalds uppistandari minn. Já. Og ég er búinn að koma nokkur uppistönd með þér. Já, er það ég, svo þetta? Já. Ég þú var að segja uppáhalds uppistandari minn er Ricky Gervais. Tölum að nei, ok, takk fyrir það. Ég bara... þú hefur alveg tekið eftir því að ég hef alltaf verið eiginlega sjálfum með til skammar þegar ég er að horfa á þig. Ég skal alveg viðurkenna það, sko. Við skemmti hérna og ég tekið eftir, það hefur líka alltaf verið þannig að þú hefur verið svona í sjónmáli, þú veist. Það er kannski og það bara svona, heyrðu, er í lagi með hann mann, sko, veist, ég með það og hefur alltaf þótt vænt það, sko. Og þannig að, já, það var þegar ég sendi hjá Sagafilm fyrir þegar ég bara byrjaði ferilinn 2014, 15 eða eitthvað. Já, það var bara gott pepp, sko. Þannig að þið alveg höfðu húmor fyrir kallinum svona og bara, já. En sko, málið það að kona mín hefur alltaf komið með mér og hún hlær mikið, en hún hlær ekki eins og ég vegna þess að hún eiginlega skammast sín fyrir mig. Og ég og sko almennt finnst mér uppistand bara eitthvað skemmtilegasta form sem ég fer á. Og það er svona mesta tilhlökkunni vegna þess að það er eitthvað svona spennu element í þessu, það er þessi tilhlökkun að hlæja, en alltaf missi ég mig. Ég fer að gráta. Þú ert rosalega emotional maður. Já, en það er svolítið áhugavert, sko, núna til dæmis svo ég snúi þessu nú á þig, sko, þessum bæti að þú náttúrulega þegar varst í kastljósinu og varst í alls konar ágreiningi konfliktið, þú veist, má segja að þú veist að það var það svona, þú púlaði það alveg, en svo svona einhvern veginn missur þið alveg bara grætur í uppistandinu. Já, ég missi kúlið bara þegar. Já, það er mjög áhugavert. En það er mjög stutt alltaf að ég missi kúlið, sko. Já, ok. Eitt með til dæmis, sko, að þegar þú hefur svona marga hatta, þú ert geggjaður gítarleikari og svo þú sjálfur hafi efasemdir allir bara kveða upp með það. Þú ert frábær uppstandari, þú ert og bara skemmtikraftur, þú ert svo ert tölvunarfræðingur og fjölskyldumaður. Jú. En mér langar mest af öll að tala þetta mix að vera uppistandari og annars vegar og síðan bara tónlistarmaður hins vegar. En ég ætla ekki að gleyma ég er með kostendur.
Kostendur, já. Já. Á ekki að setja einhverja tónlist undir? Jú. Vistu, ég er hérna og... Þú kannski... Eitthvað jóla eða jólathema eða... En bókakjallarinn, eigum við ekki að opnunarlag á bókakjallarinn? Eitthvað svona. Bókakjallarinn. Hlaðvarp. Hvert að tala hluti? Nei, ég veit ekki hvað. Já, þetta er svona... Þetta var mjög bókalegt. Kíkjum að þess á samstæðsæðaluna. Nei, byrjum á hetju dagsins. Alltaf svo cool. Er það? Já. Og sko, ég velti því fyrir mér, sko, þetta myndin sem þú vilt gefa af þér. Já. En svo þegar þú ert í uppstandinu þá er þetta alltaf að spila með órugugæin. Já, þetta er alltaf fyndið. Þessi mynd, sko, þegar ég er með hérna gítarinn fyrir aftan bak, sko, þetta var ég sá hérna Greg Howe sem var einhver algjör gítarhetja. Hann var svona, satt svona á svona einhverju í heigi, sko, svona einhver hlöðu með gítarinn svona fyrir aftan bak, bara, wow, hvað hann er ógeðslega cool. Já. Og ég hef svo einhvern veginn ég er ekki svona lausari við egóið en það að mér langar stundum að gera svona mynd, sko. Já, þið langar að vera þessi gaur. Já, smá. Já. Þar til að það kemur svona, ég ætla að vera með smá uppistand hérna, og er svona verður feimna típan. Já, verður feimna típan, já. En við skulum sjá næstu mynd. Þetta er Kaldi Jysk Reykjavík Fótó Tryggingamiðstöðin TM Storytel Bauhaus Vefverslun og svo rúllum við yfir í að segja frá þetta farið á story.tel /bókakjallarinn þá fáið þið ókeypis áskrift í heilan mánuð. Þetta eru lesnar auglýsingar. Þetta eru hérna fullkomnu lesnu auglýsingar. Er ekki? Já. Þessi mynd hún segir í rauninni hvað þú ert að fást við. Já, það þarf nú að uppfara þetta nú eitthvað, sko. Veislustjórn, þú ert svona í starfsmanna fögnuðum og gleði. Það er náttúrulega ég bara mitt atriði, sko, Andri Jóns uppistandri elsóldi upp í því umhverfi, sko. Okay. Ég hef verið feimin að vera alltaf svona með þessi sjó og svona og þú veist, bara svona það sem að fólk kaupir sér inn á miða með andra ívast. Það er ekkert mörg tækifæri, hafa ekki verið mörg tækifæri að gera það beint. Ertu ekki alveg komið egóið í að blasta? Jú, ég tók sýningu í fyrra sem var mjög skemmtileg og gaman að gera það en málið er að ég hef rosalega gaman að því að koma inn á starfsmannaskemmtanir, sko. Og ég held að hinn almenni uppistandari hræddur við það vegna þess að þetta eru oft þú veist ekki, það er óvissan mikil þessar aðstæður geta verið bara pínlegar og þú kemur inn og fólk veit ekki fólk býst ekki við að sjá uppistand, fólk allar nú bara að koma og spjalla við sína sína starfsfélaga og starfsbræður og systur og svo kemur bara einhver kall sem að nú ætla ég að skemmta ykkur. Þannig er það og þið skulum bara hlusta á mig og en sko þá einmitt þarf maður að virkilega koma sterkur inn og ég byrja með einhverju gítarintrói og þú veist Hvernig kemur þú sterkur inn? Já, ég náttúrulega sko besta leiðin sem að ég hef fundið er að taka sko, já, ég ætla að vera náttúrulega kannski er ég að leika mér með að vera vandræðalur, ég veit það ekki en ég ætla að taka eitt gítarintro fyrir ykkur, besta gítarintro sem Nocturne hefur tekið er með Eagles, þeir tóku þetta á Hell Freezes Over tónleikunum, ég muni eftir í það og það allir vissu að ég var að fara að taka frægasta lagi þegar gítarleikarinn mætti Sportsgrósi og svo bara On a dark desert highway byrjaði Hotel California og allir gjössalega trilltu sko og mér finnst að gömlu íslensku tónlistargóðsagnar ætti að nýta sér gítarintro betur sjá okkur fyrir á svona kompakt tónleikum hjá gamalli íslenski tónlistargóðsagn lag endar og svo byrjar gítarleikarinn Sportsgrósi
var ég léttur og nokkuð þéttur nú ballið Þetta hans pláss í laginu Já, þetta ég verið að taka þetta einmitt og svona þetta einhvern veginn þarna, ok, hann kann á gítar og þetta er fyndið að einhver leiti og þú veist, ég meina hann, ok, ég ætla bara að hlusta á hana mann og svo bara það þarf alltaf að vera svona, ég reyna að dreifa gítarbröndunum sko, svo ég er líka með hefðbóndi uppistand en ég reyna að hafa svona, að segja frá því það sem að kemur bara er að spila með steppa jak og hérna teka eitthvað svaka sóló og svo hérna þú veist enda á einhvern svaka klæmsi og svo bara í hápundunum á gítarsólunum þá kemur einhver kona upp bara svona heyrðu vinur, ég veit nú ekki alveg hvað þú ert að gera en Stebbi er löngu hættur að syngja þú veist, það er svona hvernig gera grínaði hvað hérna gítarinn svona gítarsóló, svona 80s gítarsólóin hafa munað fyrir sin feguri og fólk svona heila veit ekki eins og hvað þetta lengur sko. En þið langaði svo að verða einmitt þessi gítarhetja sem að bara eins og í þessum gömlu hljómsveitum á sín tíma það sem að þessi var gefið plás staðar inn í laginu eða upphafi og maður þekkir alveg frasan þegar maður sjálfur rúlingur bara hlustið á sólóið heyrði, stopp það varði einhvern veginn það er svo magna allt sem var svona uník það var líka trommu hérna sóló allt þegar þú heyrði hljóðfærið einhvern veginn bara svona taka yfir eitthvað eitt hljóðfæri en af hverju ert ekki þá gítarhetjan var þetta hætti þetta að vera vinsælt eða? Ég sko, þegar ég í þessu tónlistar umhverfi sem ég elst upp í sko, ég man bara ég svona þekkti nokkra stráka í körfuboltanum sem að við hlustum á Iron Maiden þar voru gítarsóló og Led Zeppelin þar voru bara gítarsóló og þú veist og ég var í hérna klassísku gítarnámi og ég hélt þetta náttúrulega væri þannig maður bara læriði gítarsólóin og svo byrjaði maður bara í hljómsveit og svo svona fljótlega upp úr því þá er maður bara í háskólabíói ég meina að spila gítarsóló þannig virkar hann bara þú veist, það hlýtur að vera hannig ég meina, og ég hérna var sendur hann í klassísk gítarnám og þú veist að ég nefndi, þú veist, drekti mér í klassík og svona, slettið hana en sko og svo hérna ég svo bara var ég samt, ég bara nefndi aldrei að æfa þetta samt, þetta bara svona kom svona öðlega og ég nefndi aldrei að læra tækna tónmyndunum og allt svoleiðis og hérna og svo sko hérna, en ég var bara á nælangstrenga kassagítarna að æfa sólóið í Stairway to Heaven alveg svona eins og þú veist, þú soundaði ekki neitt sko á hann nælonstrenga kassagítar þá bara, ég ætla bara að læra það og svo hérna í næstu viku þá er ég mættur í háskólabíói bara, þú veist, með þetta að spila þetta sóló nei, þetta var svona einfalt, svo ætla ég ætlaði líka bara að hringi í hérna Iron Maiden og spyrja hvort það vant ekki kannski fjórða gítarleikann það er bara, ég kann út sólóin og þetta auðvelt sko og hérna þannig að framtíðin blasti já, ég sá það svoleiðis sko og strákarnir sem að voru svona þessi Iron Maiden aðdandur þeir bara svona, wow þú æðislu maður, þú ert eins og bara hérna í guffagrín hann þegar hann var búin að hérna syngja hérna á sviðinu, þú ert æði maður eitthvað svona, en sko svo bara byrju sko tónlistarlandslægið á þarna 2000 og eitthvað svona, þú veist, og upp úr að það er bara, það er svona nu-metal sem er bara rosalega svona þungt dæmi sko, eitthvað svona, þú veist, allt svona er rosalega svona heavy, eitthvað svona rytmísk músík og gítarsóló voru stutt eða bara þú veist, einungis melodían eða eitthvað svona það var ekki vettvangur til að sína hvað þú væri flinkur en sko, sem er kannski ágætt hvað heldur hafi gest samt? Já, sko, er það því að það var það stittalög eða urðu þau einhvern veginn svona meira innpökkuð út frá sko söng það er svo sannlega hérna partur af þessu, ég held að líka bara svona það var náttúrulega bara svolítið
cheesy, þú veist, ég meina, þetta var svona, þetta var bæði cool og corny, þú veist, að sé eitthvað svona, þú veist, partur í laginu þar sem að gítarleikarinn tekur gítarinn einhvern veginn svona og bara... Það eitthvað svo flott við það. Já, algjörlega, og þetta ákveðið nostalgía og núna þetta svona svolítið ákveðið hvað sem kult fyrirbæri. Já. Og En eru menn þá nógu góðir í dag? Þú veist, að því að það ekki búið að æfa þá. Þú sér þegar allt í einu kemur sellóið, þú veist, það verður einhver svona sérstaða í sumum hljómsveitum. Þú veist, að það kemur einhver svona sem að setur áferðina, Hammond í einhverjum böndum. Ég veit ekki, ég held að þetta hafi bara fengið ákveðin tíma, sko, og þú veist, og svo, þú veist, einhvern veginn bara fólk fekk leiðis, þetta bara svona stefnur og straumar, sko, af hverju hætti fólk að túbera hárið á sér, mér finnst það líka cool, sko. Þú veist. Þið langar eiginlega að hverfa til fortíð. Já, ég svona fæddist á kolvillusum áratug, ég talaði við fólkdrarna þetta, en þau gerðu það sem ég gátti. En sko, bara með að við þá tónlist sem þú varst að fikta við, gefum mér tóndæmi bara þegar þú varst, þú veist, 12, 13, 14 ára, hvað varst að? Ég meina, þetta var sko, þá var það rosa mikið, það var Iron Maiden, sko, ég meina, þú veist, það var sem var rosa mikið. Ég hlustaði rosalega mikið á Iron Maiden, þeir voru með mikið af svona gítarsólum og alls konar svona stöfi. Svona eldra stöfi, já. Og þetta var, já, Deep Purple bara svona klassískt rock og þú veist, og Led Zeppelin, sko, þú veist, með Led Zeppelin var rosalega, þú veist, mikið rosa gítarvænt stöf, Metallica, þú veist, það þetta sem allir kannast við. Þú þekkið þetta? Nothing Else Matters og svona alls konar svona dót, sko, og þetta bara, þú veist, þannig að þetta var rosa gítarmiðuð músík, sko, og ég meina, menni svo Bubbi Morthens til þess, hann búinn að vera með gítarinn sem tólið allan, þú veist, öll þessi ár og allan hann feril og hann elskaður og dáður og dýrkaður. Þú veist, af hverju ekki eftirspurning þá eftir þessu þegar að sumir einhvern veginn bara fá Já, ég meina Bubbi náttúrulega frábær, hann sko hins vegar kannski, hann var með náttúrulega einhver gítarsóló in the 80s, ég held að hvort að Sigur G. Simons og Gummi P. hafi verið með honum svolítið, þannig íslenski gítarhetjur, en sko Egoið var Egoið, Egoið, en ég meina eins og segi, þetta var bara hann, þú veist, gítarsólóin í lögunum hans, ég held að það sé nú nokkuð mikið samsvörun milli þess bara hvað var í gangi á þeim tíma. Já, en svo það líka bara þetta fallega samband sem að sko, þegar þú sérð mannesku með gítar í einhverju tjáningu, annarkot í lagi eða í gríni eða eitthvað slíkt, að þá verður þetta eitthvað svona fyrir mér einhver svona heild, kannski það ég líka bara þessu gamla skóla sem að ég kann ekkert á hljóðfæri en ég dáðist að einhverju svona hæfileikum það sem að hæfileiki eins fékk einhvern veginn að blómstra á sviði sem sagt og inn í samt einhverju svona þú veist, kannski 4 minna lagi en að allir fengu momentin sín. Já, það nefnilega, það aldrei góð punktur hjá þér, sko. Ég held að það sé svolítið búið, sko, þú veist að það er fæst fókusin á eina mannesku. Já. Og ég meina, ég tala nú sko, þú veist, ég rappið í dag, ég meina, þetta er rosalega mikið, þetta er bara, þú veit að, nú ertu ekki einu svona að selja, valla að selja tónlistamenn, þú veit að selja ákveðna vöru brand sem þú ert bara svona hvernig þú ert klæddur og svona núna ég bara tuðandi gamall kall og þá ég bara það ég skal bara vera það en ég menna að þú ert bara að selja ákveðna vöru og þannig að þú veist þetta fókusinn fer bara á hvernig þú lítur út svona og svolítið
nú ekki að tala alla hip-hop tónlist Nei, en það snýst út á að þú sért með sko Gucci belti og einhver svona, þú ert bara vörumerkjaður alveg. Þannig að já, það er svona fókusin og ég held þetta er svona, maður sér þetta líka sko 60s, 70s, þá voru líka trommarnir sko, fengur svolítið spott sko og gítarleikarinn og þú veist, bassalekarinn stundum og söngvarinn, það fengur allir sitt spott en svo var þetta svona, í 80s þá var þetta orðið gítarleikarinn og söngvarinn og svo svona þú veist, í grunge þú veist, þegar svona hann sem sagt, menn segja að hann hafi bara drepið gítarsólóið bara með hann Kurt Cobain með því að vera bara með attitude og spila bara melodíana hann hvað þú veist, í lögunum og bara svona meira attitude sko, meira bara svona að smassa gítarnum og vera bara þú veist, má ég blóta í þessu þætti? Þú mátt blóta eins og þú veist. Já, segja bara fuck you ætlaði að segja og en já, svo meira þú veist, bara söngurinn og þetta færist alltaf meira á eina manneskju svolítið sko. Og líka þegar bara horfið tilbaka að við vorum með hljómsveitir á Íslandi sem svo Tussaflokkurinn, spilverkið frábært dæmi og allt frábært tónlistamann, allir einhvern veginn blómstruðu og einhvern veginn varð úr svona einhver svona kakofónía af geggjaðri tónlist svo ertu með, þú veist, Pink Floyd og svona einhverja snild sem og kannski ég bara einhvern veginn í einhverju fortíðar þrá en mér finnst núna einhvern veginn þetta orðið rosalega innpakkað ég að veltaði fyrir mig hvort að það sé að verða aftur jarðvegu fyrir að við séum að fá svona þessar frábæri tónlistamenn við brjálæðislega mikið af góðum tónlistamennum algjörlega svoleiðis en hvort að við höfum sjálfströstið í hver og einn síðan en það þarf að skapa ákveðna menningu sko, líka, þú veist, ég meina þú ert að tala sko Pink Floyd í hvað aðstæðan ert þú að hlusta Pink Floyd þú ert náttúrulega í stóru eftirpartí þú veist, og það er physical plötuspilari og það er kannski einhvers konar sparisígarettur, ég veit ekki en þú veist, þessi menning sko, meira þess að krakkarnir eru minn og minna að koma saman, þau eru meira bara svona remote sletta, þú veist, bara í senda skilabóð á milli og þú veist, þessi það að hanga saman er kannski einhvern veginn og fá sér vín er einhvern veginn kannski minna vantar svolítið, nei, ég meina, þú veist, það er menn þú veist, ég vil ekki hampa áfengi en félagslega elementið kannski kannski ber þess hvað sem ber þess nekki en það vantar kannski bara þú veist, fólk er minna í stórum hópum og það er eitt element ég bara svona velta þessu fyrir sér en eitt sem að ástæðan fyrir ég svona bjastitna þess að ég vek jólagjafarlista frá barnabörnunum minn og á listanum hjá Tinnu Vítisi er plötuspilari og myndavél sko bara gamaldags myndavél ekki svona hún Polaroid nei, það var rosa vinsælt fyrir árið og tveim nú erum komin í bara sko svona þessa gömlu hún er reyndastafræn en og mér finnst svona í upplifu eins og þau séu svona að bara eins og með vínilplöturnar koma aftur að það sé komin einhver þrá og kannski er það yngri kynslóðin sem er einhvern veginn að koma með að uppgöta eitthvað sem að við kannski elskuðum fyrir einhverju síðan þetta er góð pæling sko þannig að þá velti maður líka fyrir sér að sko mig langar að sjá tónleika þar sem að það er band og allir eru bara einhvern veginn ég myndi bara kaupa mig inn á það ég myndi segja sko þeir sem að hafa áhuga svoleiðis, þú veist, hefur séð til dæmis Eyþóringa með þessar já, hann er bara geggjaður þú veist, ég held að þetta sé örugglega besta tækifæri til að sjá einhver svona upplifun í dag sko þó þetta sé verið að endurvekja
gamlan draug þursaflokkinn, þá þetta náttúrulega alveg magnað og skemmtilegt og þetta Babies band náttúrulega alveg frábært. Já, og þá held ég líka að sé alveg hægt að búa til nýja tónlist, skilurðu að við þurfum ekki endilega að fara í gömlu böndin heldur að búa þetta til. Spurningin náttúrulega bara, þú veist, það sem sko rótgróðið nú þegar, það er hins vegar sko markaðurinn ræður svo mikið og það minni fyrirhöfn að bara í staðinn fyrir að vera eitthvað svona gera nýtt og svona allt umstangið öll yfirbyggingin sem að það krefst og þá bara svona, það þessi reboot menning. Það eins og þú veist þessi sko síðast þegar ég fór í bíó og sá ég reyndar frábæra mynd hérna Naked Gun. Þú veist, og virkilega gott rebootin geta verið skemmtileg en svona það er þetta, þú veist að það gerist allt svo, það þarf alltaf að gera svo hratt í dag og það bara að nokkri krakkar séu í bílskúrnum og finni sitt sound sko og bara svona og þetta það er ekki tími fyrir þetta það er svolítið gott og þetta reynda mér fyndið vegna þess að hér ég með hlaðarstúdíó og þú ert maður sem ert í stand-upi einn og tímir ekki að deila tekjunum með fleirum svo sannlega ekki og kannski það mesti veiklingin að það er bara svo peningafrekt að vera í hljómsveit því að þá það krónurnar bara færri á hvern einstakling. Já, vegna þess að þú ert að sko keppa við atriði sem að það getur verið bara einn kall með gítar eða bara svona rappkall sem að kemur bara með USB-kubbin sinn og ég meina þú veist og bara, svo erum við hérna svona 8 manna brassveit með svona alls konar, þú veist, en ég meina þetta og svo það líka ásátíðnar og starfsmannapartíin sko að starfsmannafélögin ekki kannski þessi mikið pening eins og þau áttu áður þannig að þau svona þetta alveg 2 fyrir 1 sko, hann með gítar og hann fyndinn svo þú veist, maður getur hérna svo, maður líka seldur í veislustjórnin því að ég get líka bara tekið bara syngjalógi, ég get ekki bara tekið nýtdönsk og látið fólk syngja sko. Taktu eitthvað svona ég tek þetta sko rosa oft, þú veist, hérna talum að brjóta ísinn, þá mér eitt uppáhaldslægi mitt hérna, ég spila svolítið stuðmenn, það hérna, þú veist, og þetta nú eftir hérna hana Ragnheiði Gísladóttur. Já. Ég á bestu leiðinni á heiðinni á 110 ég má ekki verða sein það verður fagnaður mikið vegna opnunar fluggrillsjoppunar fór og bandaði borð fyrir mannst ekki eftir mér og maður búin að finna bara nokkur af þessum lögum sem að Íslendingar bara mannst ekki eftir mér og taka þetta og hérna ég grínast líka með að þú veist að maður þarf vart að vera góður söngari, ég nú orðin betri söngari vegna þess að ég þurft að bara maður komið sér í þessa hérna, maður bara í þessari kressu og maður bara einhvern veginn komið sér í þessa aðstæður og maður, herru, ég með gítar hérna og ég á veislustýra og ég skal sko, ég verð bara að syngja og hérna, og svo þá nota ég líka, ég grínast með að nota þetta trikk, þú veist, að maður lætur nú fulla Íslendingin syngja erfiðasta kaflan í laginu, hæstu nótna og kvelja mig, gerðu það leið mér að leiða þig í síðasta þú veist, og gera þetta trikk sko ok, takk fyrir þú veist, ég hérna það var að nýta sér þetta sko og hérna ekki vera ekki óþarlega mikið á sig sko en þegar þú kemur með prógram ertu búin að ákveða fyrirfram eða ákveður kannski í miðju heyrðu stemningin kalla meira á tónlist eða núna maður nú komið með það mikið að efni og kann það mikið að lögum að ég leyfi mér svona svolítið að hérna að finna þetta bara, ok, þau vilja meira syngja með ég er svona minna að skrifa niður bara svona það sem að ég ætla að gera og fara svo með upp á svið og þannig að ég hérna nema þegar að ég að hérna kannski skemmta bara, þú veist veit að það með tvö uppistandshóla að skemmta sama hópnum þá man passa sig að fara ekki saman brandarann það var yndislega vandræðalegt sko en það hérna hefur gaman að því þú
sko leikuðu bæði að svona amerískri country tónlist og það alltaf eitthvað svona eins og þessi létt gríns þú veist, í dramatíkinni sem þú setur þegar þú spilar hana og svo ertu líka leikaður með Elvis þú veist, svona ameríska tónlistin, það svona skemmtilegast að vinna með? Það aldrei áhugavert sko, bara vegna þess að ég komst inn á túristamarkaðin í fyrra og þá fór ég að spila gerði samning við ferðarþjónustufyrirtæki sem heitir Colette hérna og er að skemmta mikið af amerískum hópum og það er rosa skemmtilegt krát þetta er svona þessi boomer Americans sko eiga nóga peningum og erum bara að njóta eru bara í feeling sko og bara og þú veist svo eftir gig þá bara þá þarf ekki að hrósa mann í næstu vikurnar sko, því alveg bara wow, you're so talented, it's the guitar, it's the voice, what can you do, am I right? Það bara svona, well, thank you þannig að ég kann rosalega vel við kannan sko og og þetta með amerísku tónlistina þú veist þá, ég kannski setti mig aðeins bara í þessa skó fyrir það gig og maður þú veist það svona eins og Nína fyrir íslenska krátið já, þá tek ég náttúrulega sjálfsögðu sorry ég er búin að spila þetta 100 sinnum svo stendi hérna yfir fram á þig og getur fall Where it began þetta alveg sko Nína þú veist, enskumælandi fólk, nei, ég meina bara Bretar og Bandaríkjamenn ég bara, sko, ég þykist vera voða spontant og svona I'm gonna do the best sing-along song of all time, any guesses? Og þá, alltaf Sweet Caroline, það alltaf svoleiðis, ég ekki að íkja neitt, sko og ég bara, well that's not what I had in mind, but I can surely do that og það var svo sannlega það sem ég, þú veist það bara, wow, you can play anything nei, bara þetta eina lag þannig að þú veit svona að skálda snildina já, ég reyna að láta að líta út fyrir að maður sé bara hvernig er Sweet Caroline? já, touching hands reaching out touching me, touching you Sweet Caroline Good time never felt so good So good, so good, so good I feel inclined To believe they never would Eitthvað annað og faraðu með alveg símana á loft og algjörlega sko og byrjaði svona að rorra með svo líka hægt að leika sig með þetta intro það Row, row, row your boat gently down the stream If you see the down then don't forget to scream eitthvað svona, það er svipa að auðvelt að láta kannan hlæja á þig Þórhallur minn já, ég er mjög auðveldur við fólks sko, ameríska bara tungumálið þið finnst svo greinilega gaman að leika já, ég veistu að ég læri því til dæmis utan að intro fyrir eitthvað svona af einhverju þjóðlagaplötu á Merle Travis, hann kynnti lögin sjálfur þetta var einhver plata sem heitir Songs of the Hills og mér fannst svo skemmtilegt hvernig hann kynnti lögin og svona bara alltaf svona einhver rytmi í þessu og svo bara svona komum Up in East Kentucky, around Harlan and Perry County, the coal miner sings a little song called the 9-Pound Hammer. Now just picture yourselves driving 4-inch spikes in hard black oak track tires about 5 miles back under the mountain, where the top's so low in the mines that you can't straighten up to rest your back just for a minute. And lots of times the air gets so foul back there that you just can't get a good deep breath. This 9-pound hammer is a little too heavy for my size, honey, for my... Þetta ótrúlega gaman, þannig að ég hefur rosa gaman að þessari bandarísku þjóðlagatónlist og hafði gaman að henni fyrir og svona þessi ástvar. En finnst þér, sko, hefur þú gaman að henni eða finnst þér þú fyndin? Það er bara begja bland, sko, þú veist. Já, þetta er svona spínu háð. Já, þetta er það, þetta er svona corny, svona. Já.
Hey. Þetta svona ofur happy dæmi sko. Þú veist. Já. Þú ert nýbúin að einhvern veginn að koma sko inn á krá eftir að hafa skotið einhvern til bana þú veist af hestinum og ertu komin í þetta verður svo miklar andstæður Ég grínast með það svona einmitt að þú veist eins og Íslendingurinn sko að spila sína einföldu svona þú veist alltaf svona, þú veist, maður sé svona einhvern fúlan kall með langspil svona Já að spila þessa, þú veist, þessa samt glaðlegu músík og svo kaninn einmitt sko að spila músík sem talsvert flóknari og alltaf alveg Já eitthvað svona alveg eins og hann sé að springur gleði sko. En þetta kannski svona eins og lífið stundum að þú veist, þú ert svo mikið einbeitaður að þú ert með hennar svip nema Íslendingurinn kann ekki hætta með hennar svip hann ennþá með svipið þó að sé hann að kunna þetta utan að á meðan að kannin kannski búinn að læra eitthvað og þá fyrir hann að njóta Já, nákvæmlega kannski líka ég með aðra kenningu það er náttúrulega þú veist, það er svona þessi kapitalismi í kananum sko að þú veist, það er þessi sölumennska sko. Þú veist, eins og til dæmis þessi kynning sem ég er að gera á hann er að selja lagið þú veist, það er ekki bara þetta lag er Hrafn það þurfti ekki að vera neinn sölumennska í íslenskri þjóðlagatónlist Nei. Það er bara þú bara tókst lagið þú tókst lagið bara þannig að það er svona alltaf svona, þessi bandarísku þjóðlagatónlistamenn voru svona einhvern veginn svona, hvað sem þeir voru traveling salesman with the instruments sko. En verður þú ekki til dæmis í þegar þú ert að bara með fjölskyldinni í tjaldútilegu eða í einhverju partí þú veist, er ekki alltaf verið að segja Andri, náðu gítarinn Nei, ekkert, það er yfirleitt bara eða stingur upp á því sjálfur ég bara, nú ætla ég að ná í gítarinn það er meira þannig sko. hlusta pappa, krakka mér ég bara fættist inn í þessa fjölskyldu en svona partílega séð ég elska að vera gæinn með gítar í partí jú. En er það ekki líka sko að þú hefur rosalega stjórn á partíinu þú getur alveg stýrt stemningunni og einhvern veginn og allir fókusinn er á þér en líka þetta að bara finna hvaða tilfinningar þetta hefur á hópinn svo sannarlega, ég meina það eitt sem að mér finnst rosa leiðilegt til dæmis og það er bara tekur mig sárt er það að máltæki, ég veit það ekki mér tekur það sárt að að til dæmis tónmennt svona, þetta þegar ég var í tónmennt í Oddeyrarskóla á Akureyri og það var alveg eldæfa gamalt kall hann hafði píanóið og hann var að þú veist, láta okkur syngja fagurt syngur svanurinn í sóleyjartíð og við sungum öll með þú veist, sérðu fyrir þér sko einhverja 7. bekkinga í dag að syngja fagurt syngur svanurinn þú veist, ég veit það ekki nei, sko, ég veit ekki hvort að það sé samsöngur í skólum eða eitthvað nei, það hefur dalað mikið, ég veit það allavega frá fyrstu endi pappi var með tónmennt sem ég held ég hafi lagst af miklu leyti á Akureyri allavega það er allavega, það er í sumum skólum en það ætti að vera algjör skylda vegna þess að það er ekki til neini meiri kvíðabanni en að syngja í hóp ég er sammálaður þú veist, bara vera þarna og taka bara góða ferð með fólkinu sem þykir væntum eða fólkinu sem þykir ekki væntum líka og sjá að það er einhver lægsti samnefnari og eitthvað sem tengir fólk þannig að Alþingi ætti að byrja á samsöng áður hvernig væri það? Við erum með Sigmund í bassanum og Ígur Sæland í sopraninn og við erum með mikla breytt þarna sko. En hugsaði samt sko, og þetta er svo rétt vegna þess að sko, stundum talað að fólk fari inn á einhverja kristilega samkomu og frelsist og þetta er kannski manneskjur sem eru búnar að vera mjög svona heftar alla sína ævi komin á einhverja svona samkomu það sem allir að syngja og það bara opnast eitthvað og auðvitað finnur bara Jesú á staðnum ég held að það sé frábær punktur sko. og þetta gospel
náttúrulega allt kórastarf Já. Ég held að sé fátt sem að geri þig hamingjusamar á mómentinu heldur en einhvern veginn bara sleppa öllu og syngja og hversu fals sem það eða vitlaust bara á meðan að við erum einhvern veginn öll saman í þessu bara þú fáir að þetta líka bara svona að þú fáir að nota röddin að bara óhefta þú sért ekki bara já ég og svona einhvern veginn að ritskoða einhvern veginn þessa voljúmið á röddinni einhvern veginn að þú bara megi bara láta vaða ég meina þetta er rosaleg útrás og þú veist, ég meina eins og bara kórastarf, þú veist, á landsbyggðinni ég meina, þú veist, og víðar, ég meina þetta er bara besta sem þú getur gert fyrir geðheilsuna og í rauninni ætti að skrifa upp á veru í kór þú veist, ef geðlæknar ætti að gera það brilljant dæmi, sko og þannig að ég svo sannarlega, ég meina þetta með bara að búa til samsöngsstemmingu í góðum hóp er eitthvað sem að mér langar alltaf að gera kannski þykist ég ég að þykjast langa ekki gera það í smá tíma sko, og svo sér maður gítarinn og svona allir maður ekki eitthvað svona en þú veist þetta verður alltaf bara en þú losar allt og þú veist fyrirfram að þú ert að fara í þetta af því að þetta er ekki ónæðiga hópinn heldur þetta bara eins og að hella yfir hann einhverju gleðilifi sko já, það er þannig ég meina ég algjörlega, ég meina þetta er líka og þess vegna reyni ég að finna bara þessi lög eins og þeir eru að veislustýra það er bara að finna, það eru svona 10 lög sem að allir Íslendingar syngja hástöfum gef mér smá svona sirpu Ef ég hætti óskast þig yrði óskin aðeins ég alltaf að reyna þú veist hvað ég meina fræð og framandi lög slá í gær þú veist ég þrái að slá í gær af einhverjum völdum hefur það reynst mér svo völdur grær og vetur flýr þetta og svo líka þú reyndir til þess að ræða við mig í gegnum tíðina ég hlustaði ekki á þig ég gekk áfram minn veg niður til heljar hér við og reyndu aftur ég bæði sé og veit og skil og það eru fleiri lög en þetta er svona nú er ég á hamingjusamur já, nei, þetta er bara þessi gleði lög er yfirleitt í dúr þessi lög bara það er og en nú er ég kannski nú heldur fólk að ég sé bara svona trúbadórakall en býta aðeins, sko segðu mér eitt, að því að sko, mér finnst þú mikill listamaður en samt þoli ekki þessa flokkun vegna þess að við erum alltaf einhvern veginn að búa til þess að hópa að barnabókahöfundur dramatískur leikari við erum alltaf einhvern veginn að reyna að flokka fólki á einhverjum stöðum sem að mér finnst of takmarka bara listamennina sjálfa að reyna að staðsetja sig bara það að vera skemmtikraftur er ekki kannski nógu merkilegt í augum einhverja hefur svona skilgreining eitthvað truflað þig gegnum tíðina? Sko, já að einhverju leyti sko ég allavega
þú veist, byrja í uppistandi og það fer svona að borga, ég sé að svona, þetta eitthvað sem borgar reikningana, þú veist, og þú veist, 2015 og upp úr og svo ég að spila með Stebba, við erum líka svona í þessum, við erum að taka bara ábreiður og gera svona okkar grín og svona en já, ég alltaf svona meðfram því hef ég alltaf verið að bíða eftir, hvenær svona verð ég svo nógu góður á gítarinn og svona og byrja að semja öll þessi lög sem að ég mun flytja hérna einn í Carnegie Hall, þú veist, það mun sjálfsögðu gerast. En svo svona í seinni tíð, og þá ég að tala um lög sem ekki grín, þá ég að tala um bara svona um sólina vorið á land mitt og þjóð og svona og hérna en svo bara hugsa ég svona fyrir skömmu bara hvað langar mig það eitthvað ég að koma hérna ég er grínkall, ég hef alltaf haft rosalega gaman og láta fólk hlæja þú veist og hérna langar þig að verða þjáðir listamaður sem þú ert ekki? Nei, ég meina mér bara þú veist og ég að spila á gítarinn ég er að selja hérna svona skemmtilegan gítarleik og fjölbreyttan gítarleik þar sem ég fæ að láta bara gamlinn geisa á gítarinn eins og ég vil svo lengi sem það sé skemmtilegt og bara þú veist þannig að ég núna er löngunin aðalega bara þú veist í það að halda áfram og verða stærri og betri grínisti og bæta við vopnabúrið og semja fleiri brandara og ég meina og maður bara gleymir því að ég bara þetta er svona svolítið eitthvað life is what happens when you're making other plans sko. En þú ert heppinn í lífinu svo sannarlega að því að maður ekkert alltaf meðvitaður sína eigin heppni það einhvern veginn hérna, finnst eins og allt geti verið betra og annað nema kannski þegar maður orðinn gamall kall þá hérna maður allt í einu farin að verða miklu sáttari við allt og hugsa með sig kannski hefði maður átt að verða sáttari fyrir lífsleiðinni Er þú, myndur þú segja að þú erir svona einna hamingjusamastur núna? Það mjög auðvelt að gera mig glaðan ok, ég skilji það sem ég glaðastur ef ég er mikið í kringum bara svona skapandi og skemmtilegt fólk og einhvern veginn alltaf eitthvað svona áhugavert í gangi en ég líka bara fljótur að það sem ég setti hérna að því þú fórst að því þetta breytist í viðtali mig þá skal ég útskýra það að það var einhvern veginn í kringum 2 sem ég ákvað sko að ég skildi aldrei dvelja lengur í starfi en 2 ár nema að það gæfi mér eitthvað meira og það setti svona fókusin á ég verða að ná árangri í þessu starfi á 2 árum til þess að það veri þess virði að halda áfram að það væri sem sagt eitthvað sem ég geti stækkað eða flutt mig til innan þess eða eitthvað og það gerði það verkum að þá vissi ég að ef það kom svona leiðilegt tímabil þá geti ég hætt sem sagt eftir 6 mánuði eða hvað það en gerði líka kröfuna að ég verð að hætta vel ég verð að klára dæmið þannig að þetta bara fylgdi mér og þó ég hafi verið inn á sömu vinnustöðunum þá tók alltaf ferillin einhverjum svona breytingum eða hreyfingum og líka þetta að vera í alvarlegum þáttum taka viðtöl við fólk sem að annarkvort var að kljást við eitthvað eða dramatík eða pólitík að vera partur og skemmti þáttum það var bara svo mikið frelsi að geta einmitt legið og svona nota þess að sjá aðra bara skemmta sér þannig að ég bara verið heppinn með hennan balans og ég veit að þú ert að finna hennan balans í lífinu einhvern veginn að fjölskyldulíf vinnulífið að skemmta finnst þú að vera komin á einhvern veginn svona þetta jafnvægi að þetta var að virka allt saman þetta, mér líður allavega svona síðustu mánuðum hefur mér liðið rosalega vel sko það eru nokkri hlutir ég meina það alltaf það að ég passa mig að vinna í uppistandinu á hverjum degi þú veist og það sko hlutfalli af uppistandsefni sem að ég sem versus það sem að virkar náttúrulega rosa ég meina þetta ekki það sem þetta svona kannski 10%
ég veit ekki, 10-15% þetta eins og með sketsaseríur það þú veist, það 500 sketsar búnir til en það eru kannski 30-40 sem að enda í algjörlega, en þannig að bara, vinna í því og hérna, það inn í því hverjum degi, þá bara svona, heyrðu það er vöxtur í gangi ég að vaksa sem skemmtikraftur þannig að þú veist eins og þú segir að hérna, þú veist að það er mikilvægt að þú sért að í rauninni vaksa í stærðu, það er eitthvað í gangi þú, ef það er ákveðin jobbið er eins frá degi til dags, þá viltu svo sannlega ekki vera lengur í því en 2 ár og ég meina þú veist, þannig að ég í þessari stöðu að ég get vaxið og séð eitthvað að verða veruleika þó að sé einhver smá svona brandari sem að bara svona var hugmynd og svo allt í einu ég í fullum sala fólki og það bara orgar að hlátri þannig að þetta ótrúlegt sko, þetta alveg ótrúlega forréttindi og svo náttúrulega með fjölskyldulífi að þá hérna ég ætla hérna segja þetta með fyrirvara hvað frúin segir en þú veist það allavega það að vera kona mín sem sagt er að hérna vinna hjá Origo, hún bara í þessi 9-5 og 9-5 og sagt, ég svo að vinna svolítið á kvöldin þú veist, og svo bara get ég hérna ég í aðstöðu til þess að hérna þú veist, ef það er eitthvað vesen með krakkana þá ég alltaf í aðstöðu til þess að hlaupa í skarðið og allt það og þannig að sko svo getur hún náttúrulega verið með á kvöldin þó að ég tek nú hattinn ofan fyrir henni því að hún maður náttúrulega að skemmta rosa mikið, það er nú ekki kannski margir sem öfund að því að eiga svona kall sem er svona frá yfirleitt alltaf helgar sko, svona minna á sumrin þá getum við, sumrin eigum við svolítið saman og svona, en þetta er minnstur sem að allavega virkar, þó það er ekki auðvelt, en þetta virkar og ég þú veist, bara á virkum kvöldum oftast nær eigum við bara yndislega stundir í fjölskyldan og ég á náttúrulega 2 alveg yndislega börn, ég rosalega heppinn með það. Á hvað aldri? Þau eru sem sagt, hún að vera 6 ára núna í lok desember og hann er verið 2 ára í maí og hann strákurinn sko. Þetta er skemmtilega aldur, þetta er krefjandi en ég meina þetta er náttúrulega bara ótrúlegt, þú veist sko. Hún ekki byrjað að syngja? Hún reyndar svona heldur svona hún heldur meiri listamaður, hún að teikna á lita eins og mamma sín, mamma er alveg frábær listamaður og og hún hönnuður hérna hjá Origo og líka með að það er svona draumur hjá mér að koma listasýningu á laggi hjá henni, hún flottur að mála og striga líka en strákurinn ég held að hann sé mögulega hafi meiri áhuga á músíkinu og áhuga á, hann hefur náttúrulega bara rosalega mikinn áhuga á lífinu, þetta alveg magnað sko eins og hálfsás drengur sko, sem bara nýbyrjar að labba og svo, þú veist, hann gerir eiginlega bara ekkert annað en að benda á hlutu bara, wow bara, þetta er bruna hanni, það er bara þetta er svo fallegt og ég meina, þetta er náttúrulega það sem að þegar við erum orðin vön öllu, við bara sjáum eitthvað og við pælum ekki meir í því við segjum ekki, wow, en hvernig væri bara að horfa á þessa myndavél og pæla þess í henni ég veit það wow, ertu búin að sjá þessi ljós hann sem að speglast og þú veist, ég meina, það er rosalega mikil jarðtenging að þessi börnin svo að það sé, og ég meina líka bara maður neyðist til að taka þroskastökk sko, og þá ég ekki að hampa mér, maður bara neyðist til þess, ef maður gerir það ekki þá gengur ekki upp Ég man eftir, þegar ég var barn fór ég rosalega mikið í leikhús og ég man alveg eftir momentunum það sem að sko, það sitja ennþá leiksýningar alveg í mér og þegar maður var fullorðinn þá þráum maður alltaf þetta moment, þetta sem hafði svo mikil áhrif á mann og það var sýninga svo Galdrakarlinn í Ós svo hélt ég reyndar að ég væri orðin eitthvað sturlaður því að ég myndi alltaf eftir sýningu sem þetta Rabbi Ramaseli og það var sem sagt eitthvað svona tölvutæki sem að bæjarfélag átt að hann var búin að taka einhver börn til fanga og þau átt að spyrja hann spurninga og ef hann myndi ekki vita eitthvað
þá myndi hann á endanum taka börnin þannig að þau voru að finna alls konar spurningar til að setja hann og svo fann spurningin rétt undir lokin og Rabbi Ramaseili sprakk og börnin komust út og ég var alltaf að tala þessa sýningu og það var bara þessi sýning hefur aldrei verið til þetta er bara ekki til, þetta er hvergi í bókum og eitthvað svona svo hitti ég leikara Pétur Einarsson og ég nefni þetta við hann Rabbi, já, ég man eftir og það var svo þetta var ekki draumur og þetta var raunverulega en kannski var þetta alveg hræðilegt leikur það enginn hefur viljað setja upp en það er svona hvernig þá var ég á váaldrinum já, og ég var alltaf þráð að vera á váaldrinum og það kemur alveg fyrir það er alveg magnað sko eins og ég núna að horfa á bara fuglastríði í Lumburskógi sem að ég horfði á bara við áttum bara svona 3 spólur og 3-4 spólur og ég horfði bara aftur og aftur á þær og ég kann þær utan og svo er ég með sko bara maður er að horfa á þetta með dóttur minni sko og bara þú veist ég fer að grenja bara þetta er bara vegna þessa einmitt þetta er þarna maður að endur heimsækja svona maður að heimsækja eina tíma þar sem að einmitt allt var nýtt og allt var fest og allt þú veist og maður bara það er og maður spyr sig hvort að maður geti aftur upplifað bíómynd bara eins og ég upplifi fuglastríði í Lumburskógi fyrst skipti Akkurat Við þráum þetta með allt og bróður minni Ljónshjarta í bók sem allir gréti yfir og allar bækur eiga einhvern veginn að snerta þeim með þessum hætti en kannski þurfum við bara einhvern veginn að leyfa okkur að vera bara meira í váinu og æfa okkur bara meira eins og þú segir að sjá bara, heyrðu, þetta er flott en áður en við hættum mig langar svo að vita að þú kemur úr svona skapandi umhverfi pabbiðinn var tónmenntakennari og var það svona drifkrafturinn að það var tónlist Já, pabbi var svona duglegur að halda þessu að mér það var reyndar það var svona hann vildi líka stjórna svolítið mikið hann var svona, þú veist, ég átti ekkert að vera fá rafgítar vegna þess að hann hafði heyrt einn kall Halló Brynjamín, við erum í miðju viðtali en viltu koma inn í það? Heyrðu, en þú ert með lokaði þessa hurð þegar þú ert í við. Ég veit það bara gleymdist að loka hurðinni en bara yndislegt að sjá þig. Sem leiðist. Hérna að sjáumst eftir. Takk fyrir að sjá þáttinn. Já, við sjáumst. Já, segðu mig frá pappaðinum, stjórnsama pappaðinum. Já, hann svona, þú veist, hann er mjög svona, pappi er yndislegur maður og hefur verið mér mikil stóð og stytta í gegnum tíðina. Hann er rosalega þver kall svona, hann var bara, þú veist, já þessi rock, þetta er bara hálfvita sko, þetta er mest bara villisingar sko, þetta er bara þannig, en það er reyndar Led Zeppelin, það er mjög gott. Led Zeppelin er mjög gott, hitt er nú algjör drast sko, en svo er jazz, það er gott, svo hlusta á þetta, og klassík, það er gott. En það er mjög svona binary svona kall sko. Og mjög kassalagur í bara ákvörðunum sínum, hvað er gott og hvað er slæmt. Já, hann er svona, ég ætla að halda áfram pabbi, sorry þetta er bara ef þú ert að hlusta á þetta þá hefur bara, vonandi getur hlegað þessu en hann er svona, ég man til dæmis hann vildi ekki að ég keypti mér rafgítar vegna þess að það var einhver strákur sem var nágrann okkar sem hann heyrði alltaf í æfa sig já, hann er alltaf að spila einhver rafgítarsóló og það er ekkert að gerast hjá honum sko. Þannig að út frá þessu má draga þá ályktun að það þýðir ekkert að spila á rafgítar bara að spila klassíkgítar. Hann hafði heyrt nefnilega einum strák sem hafði fengið gigg sem klassísku gítarleikari. Það var svona dæmið sem hann notaði. Sjáðu, þarna. Þú lærið þetta og svo ert að spila alls konar málverkasýningum og svona sko. En hann svona... Þetta var svona ergo, niðurstaða, þetta er betur en þetta. Já. Þetta er svona svolítið fallegt sko. En nei, hann mikið að íta þessu að mér og hvatti mér rosa mikið sko. Og bara rosa gaman að kalla hann rosa flottur svona jazz píanisti og hann semur mikið að lögum, hann er mjög óframfærinn en maður hefur oft svona ef maður verið að gera eitthvað, þú veist, vantar einhverja textahugmyndir, þá er kallinn alltaf fljótur til, sko. Hafið þið spilað saman? Við ættum að spila meira saman. Ég ætla að gera svona
hann fyrir norðan? Fræknir feðgar plötuna hérna sem að allir eftir að kaupa hann fyrir norðan? Hann er býr fyrir norðan og hérna er ennþá að klára starfsaldurinn sinn, hefur rosa gaman að ég að kenna tónlistu og eins og þegar ég var að gera þetta kanasjó þá var ég að nota svolítið svona íslensku þjóðlögin sko. Og það var einmitt hann sem að ég spilaði á bútur hérna galar, gungar, geltir, hringneggjar, tístir, syngur. Það var hann sem að stakk upp að taka þetta lag til dæmis, bara, já, Kanye mun elska þetta, sko. Svo er þetta að gera grína í, sko, hérna, þú veist, það er ekki hægt að tellja þetta lag, sko, eitthvað svona 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, þú veist, þetta er svona, þetta er sem að, sko, og hann benti mér á það til dæmis að, já, ástæðan fyrir því er svo að hérna, þú veist, þessi Mars-músík, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hún náttúrulega gekk ekki þetta á íslensku, í Íslandi því að Íslendingurinn gæti ekkert massera því að það var bara ekkert flatt neinstaðar sko. Já, þetta var svo þúfnagöngulegið. Þetta var alltaf bara þúfnagöngulegið, einmitt. Það var bara hérna hoppa milli þúfna, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, hani, krummi, hund. Þannig að hann gat, til dæmis, þetta kom algjörlega frá honum og kann alveg elska þetta. Já, það ekki? Jú, þannig að hann er svona, hann er mikið, hérna, maður sækir mikla þekkingu til gamla, sko, já. Þú gerðir svona stutta sjónvarpsþætti sem að ég hefði mjög gaman með vinniðinum honum Jóni og Jón hafði sig ekkert mikið í fram í þessu þáttum þú reyndir svona að búa til einhvern svona samtal við hann en það dó svona jafnarðan hérna gaman, ég held að svona líka Jón þetta, hann er svo sannarlega ekkert í því að tala sér fram ég sagði bara Jón, ég ætla að gera hérna svona sjónvarpsþátti og þú eru með, ok og bara svona, mér finnst bara þetta er svo yndislegur svona, hann er svona, hvað sem hvað er hérna Serenity bara heiðalög eða svona bara já, ég skil ekki já, einmitt sannur eða sannur, já, svona hann er maður heilinda já. og er bara annars svona og fíla músík og svona og segir ekki mikið og hérna bara með gleraugun og svona bara vinalegur og mér langiði að bara fá hann með þáttinn sem svona passíft afl í þáttinn og hérna mér fyndi að tala þetta flugur nú ekki hátt en já, mér finnst þetta samt alveg fyndið sko, ég mæli með að fólk kíkja á þetta vangaveltur með Andra Ívars heitir þetta Vangaveltur með Andra Ívars, það sem þú varst með kostandan hérna 2 líf sem þú mistir strax í reyndar því að það var nú grín við skulum þetta var nú bara bull sko en hann var en sko svo var ég sponsaður eiginlega af 2 líf eftir þetta sko já verslunina þau hefur rosa húmor fyrir þessu gott að hérna að droppa þeim hérna inn sko ég gerði þessu útvarslu auglýsingu með þessu lagi sko eitthvað svona ég aðeins samt að reynd sko eitthvað svona þú veist, það var svona smá brútalt let's get this bitch dressed þetta var ekki það var let's get this mother dressed var sett þannig að þetta var svona hún hafði mikla hérna mikinn húmor fyrir þessu þannig að bara það var ekkert engin hérna þvermóðska þar á bæ heldur bara húmor og gleði sko þannig að þetta var svona hérna ef að áttu auðvelt með að segjum bara að við varum hérna fyrir framan 500 manns myndirðu eiga auðvelt með að taka við Óskarlögum? Ef ég kann þau upp að hár þá er ég rosa góður en ég hérna en inn í hvaða kategóri ef þú ættir að stýra segjum til dæmis að Bryndís sem að stýri hérna tækjum á tólinga okkur ef að hún myndi koma með eitthvað svona myndirðu reyna að stýra henni inn í eitthvað þú veist að þú væri nokkuð öruggur myndi bara dáleiða hann sko ég bara og rosa góður í því kann ég
Ferðalög, svo sannarlega Þannig að þú myndir segja, já, sko, ég veit að Bryndís er mjög hrifin af ferðalögum þannig að þú tekur bara valdið af Já, nei, ég segi það ekki Ég en ég veit ekki hversu spontant ég sko maður getur nú alltaf svona bara þú veist, tekið svona bara, mann viðlæði, það aðalega textinn sko og mér langar ekki að vera með einhvern iPad með textan, mér langar bara Ef að testa, Bryndís, þetta með lag í huga? Heyrðu, ég fíla Bubba mikið. Okay. Já. Ok, ég þarf að velja eitt lag. Já. Stál og hnífur. Þegar ég vaknaði morguninn þú kom inn til mín Hörund þitt eins og silki andlitið eins og pöslulín Við byggunar mátur vakkar mín nótt Mun ég deyja Dauðinn sagði, komdu fljótt Það svo margt sem ég þarf þér að segja Ég drukkna í nótt þeir mig finna Ég á það minna En ég er samt ekki með Bubba eftirhermuna, ég hef reynt það og það verður alltaf bara vandræðalegt sko. Já, en þetta er líka svo falleg lög og það það er bara, ég held að það sé bara það er rosa margir í Bubba eftirhermunni sem kunna þetta en það er búið að gegja að vera með þér rosa gaman, takk kærlega fyrir mig útrúlega gaman ég ætti að vera með þér bara vikulega til að hressa upp á hljóðina kannski ættum við að stofna stjórnmálaflokkin söngfylkingin já, söngfylkingin er það ekki? Jú, og það eiga allir að vera syngjandi glaðir og allar svona stjórnmála upp og byrja á söng Við menn í þúsund löndum eitthvað svona rosa glaðlegar útsetningar af pröfulónum já, glaðlegar útsetningar af sko miklum harmi við syngjum á glaðlegan hátt ástina og vambriðin og skuldirnar og húsnæðisleysið já, það er kannski það er þessi hvað sem er þessi nota jákvæðina bara og vera alltaf jákvæður og syngja sig frá þessu það er, kannski er það ekki sem verst sko. Það er niðurstaða þátturins já, syngjum okkur frá vesenninu viltu loka lag? Hvernig myndirðu loka svona bókaþætti? Með lokalagi bara eitthvað instrumental Takk fyrir mig